Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín komin þjóðþekktur maður og við bjóðum hann velkomin, Ævar Þór Benediktsson. Takk fyrir. Hvernig myndirðu titla þig? Leikara? Já, leikara og rithöfund. Og rithöfundur. Já. Og svo þegar ég fer í grunnskóla að lesa þá tala ég og stundum vísindamaður í sjónvarpinu og útvarpinu. En það eru samt komin, síðasta serían var tekin upp, af Ævar vísindamanni var tekin upp 2018. En þú losnar aldrei við að vera Ævar vísindamaður? Nei, það allt í lagi. Það var í mörg ár var ég vinur Georgs úr dagvættinni. Svo tók Ævar vísindamaður við. Og núna hárið farið og skeggið komið, þannig að nú eitthvað nýtt að gera, En ég tek þessu öllu fagnandi. En þú ert búin að áorka ansi miklu, af því að mér finnst þú náttúrulega bara ungur, þú ert yngri en ég og þá ertu mjög ungur. Já, bara mjög ungur. Og þú ert búin að gera svo margt. Já. Mér finnst það rosa svona slóð á eftir þér. Já, einmitt. Brendar brýr, allstaðar. Nei, og bara líka þegar ég fór aðeins að googla, bara haugur af verðlaunum. Já. Fólk hefur tekið eftir þessum störfum. Já, mér hefur verið mjög vel tekið og ég fengið bara verið mjög heppinn að fá tækifæri til að gera alls konar skemmtilega hluti og svo er þetta svolítið svona eitt leiðir af öðru og það er bara rosalega gaman. Það er eitt sem við þurfum að leiðrétta. Já. Þú ert ekki að norðan. Nei, ég er ekki að norðan. Eins og ég hef alltaf haldið. Já, nei, þeir sem eru að sunnan halda að ég sé að norðan af því ég var í Emma. Já, það er það sem að misskilningurinn verður til. Já, og ég var í Emma á mjög góðum tíma því ég náði bæði gömlu vistinni áður en nýja vistin kom, ég náði 1 ári á nýju vistinni og ég náði bæði Tryggva og Jónum á. Vá. Þannig að maður var á tímamótum, Full slam. Já, nákvæmlega. Og þess vegna tengir fólkið svolítið við Akureyri. Já. En þú ert frá Borgarfirði, eða hvað? Já, er úr Borgarfirði, alveg upp í sveit og á bæ sem heitir Staður eða Staðarhús. Kýr og kindur? Ekki kýr og kindur í smástund en svo vorum við öll fjölskyldan sammála það að kindur væru kannski ekki skemmtileg. Okkur finnst ekkert svakalega gaman að stanslaust vera að gera það. Nei, þannig að það er aðalega hestar. Það er hestar, já. Og voru bækur svolítið áberandi kannski? Já, mikið lesið og bróðir minn sem er 3 árum yngri ég, Guðni Líndal, er líka barnabókahöfundur. Þannig að við erum stundum að skrifa saman. Og það er stutt á milli ykkar eða? Já, 3 ára á milli og vorum svona nördarnir í sveitinni og nettum ekkert voða mikið út en gerum það samt að sjálfsögðu hjálpum til en okkur langaði mest að vera inn að lesa teiknimyndasögur og horfa á bíómyndir. Okay. Og það er svolítið bara búið að lita það sem við erum að gera í dag. Hann býr erlendis og er að vinna við að skrifa með mastersgráðu í handritaskrifum og ég er að skrifa heima og við erum alltaf, ef við erum að skrifa eitthvað, þá er hann sá fyrsti sem ég sendi á og öfugt. Og það er rosa gott að hafa svona Hauk í horni sem að veit nákvæmlega hvað maður er að koma og er hreinskilinn. Frábær stuðningur, ok. En það er allt í lagi. Og ferðu þá eftir hans leiðbeiningum með svona, þetta er nú bara hann? Mjög oft og öfugt. Ég veit að hann hlustar og sumt að því sem ég segi en ekki allt og það er líka gott að vera ekki að láta, einhvern hafa ómikil áhrif en þetta er samt sem áður, einmitt manneskja sem ég treyst. Þannig að ég hlusta alveg á það sem hann hefur að segja og það er svolítið það sem ég hef lært úr leiklistinni af því mér finnst leiklistin og ritlistin virka svo vel saman af því ég hef stundum lýst þessu eins og hamri sem þú bara snýr svo við af því að á einum staðinum ertu að búa til heiminn en svo ferðu upp á svið og þá ertu að reyna að finna alla lyklana sem höfundurinn faldi í heiminum. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið, þú ert að nota svolítið sömu verkvæðin, þú ert að segja sögunum að þú bara byrjar á mismunandi enda já. Þú byrjaðir svona í leiklistinni, hvernig kom það til? Mér bara langaði alltaf að verða leikari. Ég var svona 5 ára þegar ég heyrði plötuna úr Litur Hryllingsbúðinni og fattaði að það var sami gæinn sem var tannlæknirinn og var að talsetja heilt þorp af strömpum. Og þegar ég fattaði að það væri vinna, að maður getur fengið borga fyrir það og bara verið það og verið leikari. Pant vera með í því. Já, þá ákvað ég það. Það varstu 5 ára og svo var þetta bara stefnan tekin. Já. Og til dæmis eitt af því sem mér fannst svo dásamlegt við að vera fyrir norðan og vera í menntaskólanum var leikfélagið. Þú hefur verið með í því öll 4 árin eða hvað? Já, við reyndar lentum í kennaraverkfalli fyrsta árið, þannig að verkið sem við settum upp það árið var Hamlet á 15 mínútum og svo Hamlet á 3 mínútum eftir hlé. Þannig að við mókuðum nammi út úr sjoppinu og svo voru bara 3 mínútur eftir. Góð fjárhagslegt. Já, mjög góð fjárhagslegt, mismiklar vinsældir. En árið eftir settum við upp Hárið og ég var í aðalhlutverki þar og
og árið eftir það settum við upp Chicago. Vá. Þannig að síðasta skipti sem Chicago var sýnt fyrir norðan, það var þegar við gerum það í Ellema. Þú ætlar væntanlega að mæta í Já, vetur sjálfsögðu. Mér er svo gaman að að því ég var lögfræðingurinn þá, sem Björgvin Frans er að fara að gera núna, og ég myndi vera að fíblast í Björgvinni, ég hitt hann daginn, að því fyrir hálfu ári dreymdi mig að Björgvin myndi leika Billy. Ekki? Og ég sendi það á hann, svo hitti ég hann daginn og hann bara, góður draumur, góður draumur. Þannig að ég hlakka mikið til að sjá það. Það verður frábært. Svo ferði í leiklistaskólan bara beint úr mentó eða hvað? Nei, ég reyndi og komst ekki inn. Komst í lokahópinn, en komst ekki inn og það var mikið áfall fyrir einhvern sem var vanur að fá aðalhlutverkin en það í rauninni það besta sem komið fyrir mig, því að bekkurinn sem komst inn þá, þegar ég var að reyna í fyrra skiptið, æðislegur, en bekkurinn á eftir var kannski meira svona, bara ég passaði betur þar inn og eignaðist þar vini sem að bara verða með mér alla ævi og ég hef verið að leika með, og mér finnst mjög gaman í Ævari vísindamanni að því í hverjum þætti var vísindamaður eða kona þáttarins sem var einhver úr mannkynssögunni. Ég náði að koma öllum bekkjarsystkinunum inn Vel gert. sem ég var mjög ánægð með þannig að þau eru þarna öll á víð og dreif seríurnar. Og þessi vísindaáhugi, það var eitthvað sem, hvernig dastu niður á það? Það bara, þú veist, eins og ég segi, ég hef alltaf verið nörd. Já, ég var á málabraut. Já. Þannig að, þú veist, og ég er ekki menntaður vísindamaður. Okay. Þannig að þegar það var 15 ára reunion hjá MA fyrir nokkrum árum, þá var mitt kom einn félagi minn sem hafði verið á náttúrufræðibraut og kom til mín og var bara, hvað ertu að gera? Þú varst á málabraut, hvað ertu að gera? Þannig, en ég held að það sé kannski bara fínt að því að maður hefur stundum lent í því að vera með kennara, allavega hef ég lent í því að vera stundum með kennara sem eru að kenna til dæmis eins og stærðfræði, sem eru mjög góðir í stærðfræði og þeir tengja ekki við og skilja ekki okkur þú ert ekki að ná þessu strax. Já, ná ekki að miðla en svo auðvelt fyrir þá. Jón og Jón. Já, og ég skil það alveg. Þannig að ég held að sé bara fínt að einhver gaur sem veit ekki neitt og getur spurt Allra vitlausu spurningarnar. Allar vitlausu spurningarnar og skamma sín ekkert fyrir það, af því að maður lærir ekki að maður spyr ekki. Þannig að það var svolítið, ég fór svolítið með það hugarfar inn í Ævar vísindamann að vera bara að spyrja og þykjast ekki vita eitthvað og líka það að við myndum ekki feika neitt. Við myndum ekki, þú veist, ég klifraði í alvöru upp perluna með rykssugum. Man eftir því. Já, það var samt síðasta atriði sem við tókum upp í þeirri seríu. Ef ég myndi hrynja niður, þá værum við samt með seríu og allt svo, og ég hjólaði út í Viðey á okkur hjóli sem voru búin að breyta þannig að það gat flotið og þannig, já, bara svona alls konar harspörur á fáránlegustu stöðum og svona alls konar sem maður var að gera og einmitt líka ef það klúraðist eitthvað í staðinn fyrir að fela það að þá tók ég það og blés það upp og fór að skoða akkur klikkaði þetta, hvað getum við lært að því og hvernig getum við breytt því svo að virki. Hvað eru þetta margar seríur? Þetta voru 4 seríur, 8 þættir í hverju. Og fórstu svo að skrifa bækur eða varstu byrjaðir? Á sama tíma. Þannig að mér finnst það gaman að halda mörgum boltum á lofti og í það var ég á sama tíma niðri í Þjóðleikhúsi, var þar í 4 ár. Þannig að það er svona, mér finnst skemmtilegast að hafa bara nóg í gangi og vera svolítið út allt. Og nú þarf ég að spyrja, hvernig nærurðu þig svo? Hvernig hleðurðu orkuna? Því að þetta hljómar eins og dálítið mikið. Kaffi! Skál í boðinu. Kaffi og tónlist, bækur og bíómyndir. Svo er ég í átaki núna eftir COVID að vera duglegri að hitta vini. Að því ég var svolítið orðin bara og ég er bara hér og ég er bara heima og skrifstofunni og kaffihúsi að vinna. Og ég fann bara eins og margir einhvern veginn þegar það var tekið í burtu að maður gat ekki farið að hitta vini og vandamenn að þá fann ég allt í einu hvað það var rosalega mikilvægt. Og ég hef hitt nokkra félaga mína sem eru í sama átaki að vera duglegri að bara ég ætla að kíkja inn svo einu sinni nákvæmlega og það er svo gaman þannig að ég mæli með því en líka einmitt bara menning mér finnst svo gaman að vera inspirerað þar nærurðu þig, þar nærðu orku ég hlusta alltaf á tónlistum ég er að skrifa og reyna að hafa mismunandi tónlist eftir hvaða bók það er þannig að það er svona margt. Svo verði ég að nefna líka lestrarátak. Þú ert búin að standa fyrir því. Hvað lengi? Já, heyrðu, sem sagt, Ævar vísindamaður var með 5 lestrarátök frá 2014 til 2019 sem tókust alveg gríðarlega vel og það var bara eitthvað sem að hugmynd sem kviknaði hjá mér að því að ég var mikill bókaormur og er mikill bókaormur og allar þessar endalausu
kannanir Þú minnkandi varst ekki orðinn pabbi, þú varst ekki að hafa ágjörð þínum eigin bækur Nei, ég var ekki að hafa ágjörð þeim og ég var ekki að gera þetta til að selja mínar eigin bækur. Ég var bara að því ég tengi bækur og lestur við gleði og mér langaði að deila gleðinni og mér fannst þetta áhyggjuefni að þetta væri eitthvað sem væri að detta út. Þannig að þetta var bara eitthvað sem að ég sett af stað og var að gera sjálfur og einmitt að nýta vini, tala um að hitta vini og vandamenn, nýta vini og vandamenn til að pakka plakkutum og ný umslög og senda og þetta var mikil grasrótarstarfsemi en tókst rosalega vel. Og menn tók eftir þessu, þú fyrst hin og þessi velun, Ibbi og ég veit ekki hvað og svo verðum við nú aðeins að ég ætla að óska til hamingju með nýju bókina, Skólaslit. Og hvað kom fyrir? Heyrðu, þetta er svo góð bók að maður bara verður að fá sér smá bita. Þetta er bitið frá teiknaranum og þetta er uppfatningabók. Þannig að sjálfsög og hrollvekja sem hentar mjög vel svona fyrst að byrja að dimma og það er að koma hrekkjavaka og svona. Og þeir eru náttúrulega búin að hita vel upp með draugagöngunni þannig að þetta er akkúrat fullkomin bók til að Akureyringar. Nákvæmlega. Og þessi bók er unnin upp úr öðru svona lestrarhvetjandi verkefni sem að ég og Ari teiknari og Reykjanesbær unnum saman í fyrra og þá var þetta svona hrollvekju dagbók þannig að það kom einn kafli á hverjum degi inn á skólaslit.is í október, endað á hrekkjavöku og þetta er í rauninni allir kaflarnir ég er búin að fara yfir og gera hana ennþá ógeðslegri. Það er hálfur íþróttakennari strax í fyrsta kafla og svo verður það bara verra eftir það og það er gaman að segja fyrir því að Skólaslit 2 framhald af þessu byrjar núna 1. október inn á skólaslit.is Þannig geta bara allir skólar eða bara allir sem vilja fylgjast með og hlusta samtímis. Já, og ég veit að það voru margir skólar hérna fyrir norðan sem voru og skólar út um allt land, það voru meina 100 og eitthvað skólar. Er þetta bara klukkan 10 á mánudögum eða eitthvað? Bara þú veist, ég reyna að setja þetta inn nóttina því að einn morguninn fékk ég bara 5 skilaboð úr mismunandi áttum hvar er kaflinn. Þá þú veist, hafði ég eða bara hvort ég var að bíða eftir myndinni eða eitthvað sem að Ari Greið, hann fékk alltaf textan svo seint frá mér þannig að hann var að drífa sig að teikna þannig að það slapp ég gerði þau mistök aldrei aftur. En þessi er sem sagt, þannig að skólaslit.is, þar getur fólk fengið að fylgjast með. Nákvæmlega. Og svo ertu komin hérna norður líka til að taka þátt í lestrarráðstefnu. Já, það eru tvær flottar lestrarráðstefnur núna helgina og ég er með erindi á annar þeirra í dag. Ég fæ að loka, þetta er ráðstefnu byrjendalæsi og ég fæ að loka þeirri ráðstefnu sem er mikill heiður. Og svo á morgun þá er önnur ráðstefna, þetta er báður upp í HA og þá erum við og ég og nokkrir frá Reykjanesi, við erum að fara yfir þetta verkefni í raun og bara hvað við lærðum, hvað við getum gert betur núna í þetta skiptið og bara hvernig hugmyndin kviknaði. Við þróa þetta áfram. Já, nákvæmlega. Þetta er hrikalega spennandi. Gert betur. Eitt að lokum, ertu að fara að leika eitthvað? Ekkert sem ég má tala en mér langar rosa, að því ég allt í einu fékk ég rosa mikið að gera að leika svona síðustu 2 árin og það alveg svona, að því að vera einn að skrifa, þú ert bara svo mikið sóló, leikhúsið er svo mikil samvinna og það er svo gaman. Bara kærar þakkir fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkur í föstudagsþáttinn og bara gangi þér áfram svona vel. Stórkostlegt að fá þig. Takk sömuleiðis. Og við komum aftur eftir smá auglýsingahlé.